Kæra áhorfendur, velkominleik Vals og Tindastóls í Malt-bikarnum. Ég kem hér á bæ þegar staðan er 13-6 fyrir Tindastól. Stólar byrja þetta að krafti. Þið afsakaði hvað við erum seinir. Áttum ekki heimagengt fyrir nú. Sigtryggur er búinn að skora 5 stig fyrir Stólana, Helgi Rafn 4, Antonio Hester 2. Stigastu Valsmanna er Úrald King með 4. Það er minna. Ég sýnst að Stólarnir að byrja þetta krafti annað en þeir voru enda síðast. Gústi hefur tekið leikli til að stoppa þetta áhlaupin í byrjun. Inn á vellinum með Tindastól, Hester, Helgi, Chris, Pétur og Arnar. Inn á hjá Valsmönnum er það Sigurður Dagur, Ástin, Magnús, Breysi, Birgir Björn, Úrald King og Gunnar Ingi. Gunnar Ingi spilaði með FSU síðast ég vissi, var úti í Gunnar Ingi er á bekknum í 7. Það er með ásakaðan. En allavega, gaman að sjá að Gunnar Ingi kom inn í dómarastildina. Hann var í fyrstu deildinni síðast, var úti í skóla. Eitruð skytta. Fara Breysi fyrir Valsmenn. Kemur Beiti, skilur Chris Kate eftir. Fallir hreyfing hérna á beinum blöndar. Opinna klártíð. Hester truflaði hann. Það er ekki þægilegt að fá Hesterinn á móti sér sko. Hester á blokkinni, fer á Sigurð. Mismat, léleg sendingan af Hester. Vel gert hjá Ástin, vinnur boltan fyrir Valsmenn. Ánægði með Eljusemin í Helga þarna. Gafst ekki upp. Það var Axel Kára inn á fyrir Helga Rafn. Kabessin á rittarborðinu. Komið í lag, let's go. Ástin Breysi. Svingar um yfir Oddbirni, hann fyrir þrist. Oddbirnir í spjaldi fyrst og síðan af. Það var ekki gott skot og mann í grillinu líka. Karlið frákustið, Hester fyrir utan, hann jackar hann öfu. Líka í spjaldið. Menn er að reyna að setja spjaldi í, Það er örugt. Spjaldið er félaginn. Lítið í gangi hérna á Valsmönnum þeir að leita að bygga inn í. Það er ekki mikið að opnast. Frábær vörn á Tindastól. Þannig að Benedikt Blöndar fann sér smugu þarna. Brotið á honum. Svo sending að byggja hana. Sér Bensa í köttinu. Leiðilegt að spila góða vörn svona lengi og beila síðan menn út af því einn var sofandi hérna í smásnund. 2 skot. Þá kemur Úrald King aftur inn á. Stór maður fyrir stónamann. Skemmtilegt matchup þarna. Hester á móti Úrald. Hester á örugglega svona 20 kíló á hann. En Úrald King náttúrulega léttur á fæti. Erfitt að stoppa hann. Bensi Blöndal setur fyrir á ný. Góð skytta. Snar örfendur. Ég mun að sjá að fara í klippingu mjög oft, hann hlustar aldrei á mig. Hann þarf bara að vera með þessa tegju. Mér finnst það flottur. Klikka seinna. Arnar á Odd. Sexy hreyfing þarna. Finnur Kerrit undir, svolítið mikið mót. Pétur finnur boltan fyrir utan upp í trist. Bingo. Búm búm. Það er 3 stig. Dettur hana fyrir Pétur. Valsmenn óhefnir hana. Það er pikkar enginn upp Úrald King og hann fer bara inn miðuna og leggur hann nonni. Þetta er léleg vörn. Hann hakar fyrir sig. Leggur hann nonni. Menn voru ekki alveg vissir hver ætlaði að pikka hann upp.
Bara Pétur fer í vitleysuna og missir boltan. Frábærlega gert hjá Illu þarna. Já, geggjumur. Það eru Úrald King aftur. Nei, hesturinn. Hann var í marki þarna, greip þennan. Pétur upp í þrist. Hestur sterkur þarna undir, ráð ekkert við hann. Og hann ræðir ekki við sjálfan sig. Rosalegur hraði í þessum leik. Já, menn eru svolítið að flýta sér hérna. Það var Oddur Birnir fyrir að körna, vel gert. Fær 2 stig, nei 2 skot segi ég. Skokklukkan fór ekki niður fyrir 14 sekúndur bara í 6 sóknir í röð. Þá gera stólarnir breytingu. Björgvin. Bjöggi kemur inn á og Axel, veitu. Ja, Axel kom inn á fyrir 2 mínútum síðan en hann er inn á. Hann skipti við Pétur. Já, ok, sorry, mér fannst það að vera 2 skipting. Tekið á mig. Tekið á mig, þess að segja ég var ekki alveg betur hreinu, sko. Það eru Oddur sittur fyrir vídeóni. Og seinna viti ratar heim sömuleiðis. Arnar kemur við boltan, hendafokk. Það eru Siggi Palli komin inn á Val, það fór alveg fram með. Vel gert að Bjögga feir. Ester. Það er vitt að eiga þig hana. Hann er komin hana beint undir körfuna. Tekur sér degi frákast og skorar. Og Oddur ætlar að svara. Fín vörn hjá Chris hana. Oddur er að koma svolítið auðvitað að körfunni. Hann er bara klauðið, er ekki búinn að skora meira. Bara að pikka hann að stráku upp. Góð hugmynd þarna hjá Arnari, en betri vörn. Vel gert hjá Sigga. Sá við honum. Já, Siggi er búinn að vera að hlaði í þetta skegg sem hann er núna komið með núna í 2 ár. Loksins er hann búinn að fullkoma. Þetta er rosalega rót, sjöðu. Svo setur hann þrist ofan á það. Nei. Fær ekki gott skegg og þrist, sko. Gott skot hjá Sigga hana, óuppinanda fyrir Jóni. Hann á að passa upp á Chris Cate hérna í vörninni. Siggi er góður varnarmaður með langar hendur og getur skotið. Þá er Antonio Hester. Já, gert. Hvað er gangi? Þetta á flautukara, það bara komið ekkert flaut. Já, ok, löglegt. Það eru 11-18 eftir fyrsta leikluta. Stólarnir að spila bara svona solid, sko. Spila mjög góða vörn. Valsmenn er ekki að fá mikið opnum skotum. Nei, þeir eru að fá sín stig upp úr hraðahlaupunum og vítum. En það þarf að stoppa það líka, sko. Séð hérna, Sigtryggur Arnar er með 7 stig fyrir stóluna, Antonio Hester 6, Úrald King með 6 stig fyrir Valsmenn. Þannig að það er með eitthvað minna, finnst mér. Eins og flesti vita, þá vantar einhvern í Tindastóllið. Má nú sjá. Ekki svona í fljótu bragði. Finnbogi, er ekki hérna, minn maður. Okkar maður. Sjátt átt á Finnboga. Viðar er ekkert komið inn á. Hann er ekki komið inn á, nei. En við munum örgulega sjá Viðar og Friðrik komið eitthvað inn á. Þannig að Helgi byrjar að segja þjálfarunum til hvernig þetta er gert, sko. Helgi reif pennana Martin, sá hann að sýndi honum hvernig á að hlaupa þetta. Martin er ekkert búinn að komast að í þessu leikliði, hann er að gjamma hann yfir hann. En þetta eru góðir menn sem er að gjamma yfir hann, svo skiptir ekki miklu máli. Já, ég var að reyna að æla þið út mér að liðið sem vinnur þennan leik fer áfram í 8 liða úrslit Malt-bikarsins. Verður dregið á morgun. Sjá hvaða lið mætast. Það eru Valsmenn alltaf að vera 6 inn á. Ekkert að því. Það Sigur Dagur fyrir hérna, 10 minútur af. Ánægður með hann samt. Gott að reyna þetta. Já. Ef maður langar að spila þá, þú veist, þú verður að reyna allt, sko. Gústi var búinn að hendi í 3 svæði hérna, en dómarnir stoppuðu það. Það eru stólar eiga boltan. Rítaraborðið enn og aftur.
tefja gang leiksins. Þetta er Helgi hann á Riddaranum. Herðu, þetta er Helgi. Hann er út um allt, hann var á Riddaraborðinu í Smára í gær. Gott að körfuboltahreyfingin á Íslandi eigi svona góða menn að. Það er nú slatti að skaffiringum hérna í stúkunni. Sigmar Logi Björnsson til dæmis. Það þá leikurinn komast að. Arnar kemur upp með boltan. Beint til varnar. Frábær vörð hjá Illu hana. Axel ná að redda þessu. Helgi hérna. Arnar býr þrist. Erfiður þrist. Móni. Kontestir þristur. Hann sett hann bara. Erfiður þristur, hann sett hann. Erfið sendingarni á Benza. Og hann fömblast út af Valsmanni. Stólarnir hann. Stólarnir mæta tilbúinir hérna. Spila mjög fasta físikalbolta. Glæsileg sending á Bjögga. Gert þarna hjá Bjögga. Það er... Siggi pikkaði hann upp allt og nátt honum þarna bara þú veist. Þú verður að gefa Bjögga smá pláss eða að halda honum fyrir fram að þú getur ekki bara límt þig á hann og ætlast til að halda honum sko. Hann skiluði bara eftir sem hann gerði. Siggi læri þetta núna. Helgi er að afvæða 2 skot. Sjálfsög. Sýtum fyrir honni. Finnst þess að skotið hans Helga verði fallegara með hverju tímabilinu? Það var ekki fallegt þegar hann var á sjónum og mætti á æfingu einu sinni í mánuði. Já. Nei. En fallegt er það í dag. Það var Ottubirnir enn og aftur. Kemst hann bara í áttakörunni en með lélega sendingu. Það var að Bjöggi hérna á ljósra. Erfitt að stoppa hann í þessa stuð. Þeir segja að hann hafi sett öxlina undir sig. Ísak, dæmir ruðning á Bjögga. Þetta var örugglega rétt bara. Já, ég má líka alveg sleppa þessu en kannski er þetta bara rétt. Guðmund góður hvað hann er fljótur. Nei, skref. Ógeðslega fljótur. Næstu að stela honum hana. Vel leist hjá þeim. Það var Oddur. Siggi Palli. Það er skrinið frá Úrald. Siggi fyrir trist. Neglir honum. Ábæðilega gert hjá Sigga. Það var vel gert að Sigga. Óhræddur. Úrald King hann að misti sig eitthvað. Ég ætla að vona að þetta sé ekki... Alvarlegt sko. Nei. Valsmenn mega ekki vilja að missa eins góðan leikmann og Úrald King út af núna í einhverju bulli. Ég ætla að bóka stólana bara beint áfram núna ef hann er meiddur. Já, en Valsmenn eiga Guðný Þóru sem sjúkraþjálfara, þannig að hún reddi þessu. Hún reddar þessu bara. Hún er okkar kona. En já, frábært þristi á Sigga hana. Já, gaman að sjá Sigga. Bara hann fór undir skrínið og bara Siggi fór bara að hlæja því og púlla á honum. Já. Svo klóraði hann sér í skegginu. Chris, finnur Helga, strákarnir láta boltan ganga vel fyrir utan. Glæsileg sending á Helga þarna. Geggjusókn. Geggjuð sending, vel kláraði Axel. Boltinn gekk hann frá kanti og síðan galopið layup. Þannig best að gera þetta. Ottubirnir í alls konar vesinni. Þetta var ekki gott skot, hann var bara að senda hann út hana. Bara Chris. Axel undir, leitar að Chris. Helgi flytur boltan yfir, þá er það Bjöggi. Hann ætlar að fara 1 og 1. Er þetta vel gert þarna. Keyrir inn miðuna, snýr sig og finnur gott skot og setur hann onni og stelur. Munaði litla hann stæli boltanum. 28-14, miklir yfirbyrjur á stólunum akkurat núna. Bara að spila, þessi vörn að spila geggjaða vörn. Valsmenn eiga bara í mesta basli með að finna lélegt skot, hvað var gott skot, vel gert, Arnar finnur Helga þarna. Stólarnir að spila frábælega. Bara er að fá auðvitað körfur og ná auðvitað körfur. Það er bara eftir að þið spila geggjaða vörn og bara brunaður upp og... Úrald King virðist það sem búinn að hrista þetta af sér. Austin Bracey er að gera sig líklega til að koma inn á. Góð vörn þarna. Vel klára hjá Benza og... Nú sér það, þetta eru körurnar sem Valsmenn eru að fá. Bara með manni bara mjög erfið stíg og spila stólarnir alltaf mættir í hjálpina. Helgi flytur boltan yfir á Chris aftur yfir. Svo kallur motion sók sem stólarnir eru að vinna með. Sarnar upp í þrist.
Þrýstur á driblinu. Valsmenn sætti selv við það. Það var nokkur ekki ákveðin hana. Bensi með þrýst. Bensi, já, hann getur skotið maður. Þegar hann hitnar, þá snögg hitnar hann. Ísrael Martin tekur leikli, ætlar að stoppa, komið hérna 5 stig frá Valsmönnum, stoppar þetta í fæðingu, ætlar ekki að hleypa þeim á neitt raun. Vel gert hjá Bensa Blöndal, hann kom með 5 snögg stig í röð fyrir Val. Já, vel gert hjá Bensa að sko halda þessu, þú veist, halda þessu 10 stigum í staðin fyrir að Stórlundur sem komið 20 stigum yfir. Þannig að tók að skarinn fyrir sitt lið og heldur þeim inn í leiknum. Það eitthvað sem Ísrael Martin vildi ekki að gerist og er núna að láta menn heyra það sko. Hann vill að þetta halda áfram að malla svona sem að fá þetta körfur og hlaupa skorinu svolítið upp. Skilja á eftir hérna í fyrri hálfleik. 11 stiga munur, Valsmenn að passa að missa ekki á langt frá sér, þá getur þetta verið rosalega erfitt fyrir þá. Já, en sko 11 stig í körfubolta er ekki mikið sko. Ég vil fara að sjá Austin Bracey koma aftur inn, hann er búinn að sitja svolítið lengi á bekknum núna. Já, hann satt hann er þeirra helsta vopn í sókninni sko. Hann satt þarna á hann kemur inn á núna eftir leikli, hann satt þarna við riddaraborðið. Já, það er Gústi heyrið í mér hann. Sett hann inn á. Sama leiðin á Tindastól. Hesturinn á bekknum og ásamt Sitrik. Hesturinn tekur hann á 2 stóla á bekknum hann Hester. Gunnar og Bracey komnir inn á fyrir Oddbirni og Dagur sýnst mér, eða ekki? Nei, Dagur er ekki komin inn á. Já, Illu, sorry. Gunnar og Austin kom inn á. Já, fyrir, skiptir ekki máli, leikurinn kom á stað. Grót og Illu það. Fín pressa henni á Bensa. Góð vörð þarna hjá Bensa. Finnur Björgvin, það er pick-and-roll. Pick-and-roll við Helga. Já, finnur Helga hann undir og Helgi upp og fær villu. Það var vel gert hjá Helga. Vel gert. Klauvalegt hins vegar hjá Bigga. Hann var bara að standa hann, hann er risastór. Helgi var ekkert í alltaf góðri stöðu. Feikar hann upp og kemur svo lína. Það er akkurat það sem hann ætlaði að gera. Hester gerir sér tilbúin að koma inn á allt, hann sé ekki að skipta skotmann, skipta á Helga. Stutt! Sýnist að Björgvin sé að kalla hérna liðsfélaga sína gefur merki 11, ætli það sé ekki maður og mann pressa alla völlin ef hann hefði sett hann, en hann setur hann ekki. Setna á stutt líka. Helga langaði ekkert út af. Hann þá eyðileggja dómararnir það. Já, fara að flauta eitthvað. Kemur Úrald King og Dagur. Og Dagur inn á Val. Biggi og Bensi kom út af. Bensi er búinn að vera að spila mjög vel. Já, mjög. Hesturinn kom inn á. Við verðum náttúrulega að nýta Hester. Hann er eins og eitthvað flugmóðskip hann inn á. Hann er svona 30 kílóum þyngri en allir. Hester var duglegur í sumar. Allt annað að sjá hann núna. Pétur upp í skot. Það er ból. Þetta var skrítið skot. Þetta sé maður ekki oft frá Pétri. Hann var að setja þetta. Vísar að Martin vill fá stopp. Það er Úrald King á Hester. Fer á hann, hreyfir hann ekki neitt. Hann getur skotið yfir hann, setur ofan í. Gert hjá honum. Vel gert hjá honum. Býr hann til plás. Fer inn á Hesterinn og fær kontakti og býr til plás og setur skotið hann í. Hann getur allan ekki bakkað Hester niður. En Hester getur bakkað hann niður síns mér, já. Hester á að klára þetta. Já, Úrald King með frákastið. Fljótur upp. Finnur Dag. Stólarnir fljótir aftur. Þetta er mjög, sko, Valur voru komnir hérna 3-2 og Stólar ná að recovera og passa að fá ekki hraðaflugstuð í andlitið. Vel gert. Dagur upp í þrýst. Krist með frákast. Stólarnir koma hratt upp. Snöggt pick-and-roll hérna. Hester og Pétur. Leit á Hester. Erfitt að eiga við hann þegar hann ætlar að setja þetta líka. Já. Getur eiginlega ekki gert neitt í því, sko. Það var að Gunnar fer á körfuna og skorar. Vel klára hann.
Já. Mari bak, einhver að tala við hann. Svo Gunnar stelur honum. En Úrald King heppinn að missa hann ekki hana. heppnir að fá ekki 8 sekundur á sig þarna, Valsmenn. Bara Gunnar, hann er baneitruð skytta sko. Endvon þristur. Kemur hann heldur betur inn í þetta núna. Það voru litlar sakir, en Já, ég er ekki sammála þessari villu, en ég meina, menn verða að passa sig sko. Gunnar getur skotið boltanum. Kemur sér niður í 6 stig og getur minkað þetta niður í 5 stig. Allt annað að sjá Valsmenn núna. Bara munur þegar Austin og Úrald kom inn á. Já. Bara, við erum búin að fá opið skot núna í Grímsdórsson. Voru hálf rænulausar hérna áðan á tímabili. Þeir tvímanna á Pétur. Stela næstu í boltanum. Arnar er einhvern veginn komin í alls konar vandræði. Og það boltinn að koma yfir miðju. Vel gert Axel. Greip hann erfiðan bolta og kom boltanum yfir miðju. Það var vel gert hjá honum. Bara Hester á blokkinni. Þetta er Arnar Hafan. Og það var mismatch undir. Mismatch, heldur betur. Heldur list hjá Valsmenn. Vel gert og sett hann þá Seli. Þessi var komin onni. Fín sjókn hjá Stólanum. Já, það var mjög vel gert. Voru alltaf að láta Valsmenn gíska hvað ætlaði að gera næst. Það var illu í þrist. Þessi var aldrei á leiðinu onni. Ára Gunnar, hann setti einn aðan, hann getur sett annan. Stuttur. Ára Hester með mismatch undir. Það fær villu að auki. Gunnar klaufi að brjóta þarna, átt bara að leyfa stóra mannum að klára og brjóta alltaf almennilega á honum. Já, ef þú ætlar að vera að því sko. Ég er samt ekki viss sko, hann hefði aldrei náð að brjóta almennilega á honum sko. Nei, líklega ekki. Sko, hann kæmi Gunnari fyrir í nestisbóksunni sinu sko, en Hester setur þetta honni. Kemur munum upp í 8 stig, ef við kannar reikna. Það eru Gunnar. Dagur fyrir utan. Pétur, góð vörð, hleypur hann ekki í miðuna. Úrald King í jumper. Stuttur. Og Stólanir, rætt upp. Bara inn á Hester í hverju einustu sókn. Hester líka, hann er duglegur, hann hleypur völlinn og er að finna sér hérna stöður undir körfunni. Og vel gert Hester og það róterar sko öllum varnarleik Valsmanna. Bara það að Hester rífur sig upp völlinn og plantir sér sko nálægt körfunni, djúpt inn í teig. Vel gert og les leikinn vel þannig. Ára Bracey fer auðveldlega fram hjá Hester en getur ekki klárað yfir hann. Eitthvað á dæmt, veit ekki hvað. Stólarnir skipta bara öllum skinnum. Illa á eitthvað. Nei, ekkert. Hvað á dæmt? Ég veit það ekki. David T. blés óvart í flautina. Það geti hvað dómaratríóið er ungt. Það er allt sko, allt strákar undir 30. Það kemur Gunnar út af, Benzo inn á. Benzo flottur hann á hann að tekja út af. Stólarnir eru búin að stilla upp í 2-3 svæði. Kannski er þetta eitthvað, einhver brella. Þetta var sem vann leikinn fyrir hérna síðast. Hentur í svæði og Valsmenn bara skoruði ekki. Þetta er pjúra 2-3 svæði. Þarna gleyma að litlu strákarnir sér upp á toppinum og gleyma að loka miðjunni og ef menn loki ekki miðjunni þá var bara göngutúra að 8 körfunni sem 2 sekundur eftir skotklukku. Valsmenn verða vega snöggskot. Dagur og opinn hana. Hester brýtur honum. Skilur sko ekki neitt. Þetta var sko, þetta er einbeitingarleysi. Í fyrsta lagi eiga þeir ekki að fá svona gott skot þegar 2 sekundur eftir. Það eru Viðar að koma inn á. Kemur rosalega seint inn á. Já. Það er 3 mínútur eftir að fyrri áleika og kemur Viðar loksins inn á. Stólarnir er ennþá í svæði sín sem þeir já. Hvað stelur honum. Vel á verðið hana. Og Viðar. Leita alltaf, fyrsta sem Stólarnir að gera er að kíkja inn á Hester. Búið að vera núna
30 sóknir í röð. Fáránlega vel gert. Vel gert hann hjá Ég veit ekki Arnari. hvort hann hefði farið onni en geggjur hreyfing. Geggjur hreyfing ykkur síður. Hester tryggir þetta. Stólarnir farnir úr svæði. Komnir í mann. Axel brýtur þarna. Hárrétt. Vel sótt hana hjá Degi. Keyrir bara á Axel. Snegri. Axel ósammála þessu. Þetta var vill að hann var einum á sitt. Þetta er annar í boltinn í röð sem kom honum ekki inn. Það er að taka yngast og koma honum ekki inn. Bara beint í hendunar Þólan. Inn á Hester. Fannst nú Dagur lítið verið að reyna í boltan þarna en... Hann varð að brjóta á honum hana. Já. Það er sem ég er að tala um. Hester bara fer djúpt inn í teig, finn sér stöðu og þeir leita að honum. Og ef stórumennir á Vali er ekki á verði, þá gerist eins og núna. Nú lendi Dagur í að dekka Hester djúpt undir körfinni og hann þarf bara að brjóta. Valur að skipta á boltaskinnum og þeir stólarnir að nýta sig það vel. Bara glæsilega gert hann. Sendi, nei! Þeir glemt að skipta þarna, það eru Viðar, Kaldur, Viðar klauðið hana. Já. Við fyrirgefum honum þetta, hann er drengur góður, hann bætir upp fyrir þetta síðar. Bara Dagur kemst í átt á körfunni, klárar þetta. Axel vildi ekki taka sensin á að brjóta. Hester finnur Pétur. Sem var ekki nálægt í að fara ofan í. 10 stiga munur, 2 mínútur eftir að fyrri. Bracey er baneitur skytta. Úrvald King hann að langur, tekur frákastið og Viðar brýtur. Úrvald King var hann upp á þriðju þegar hann tók þetta frákast. Já, báðum höndum sko. Þarf að stíga svona pésa út eða áttur að eiga séns. Skipting á valsmönnum. Elias Kristjánsson kemur inn á og Gunnar. Og Gunnar út að fara Bracey og Dagur. Bracey er ekki búinn að vera ábyrjandi þarna það sem afurleik. Nei, hann er búinn að vera í einhverju í góðri gæslu. Það er líka svona þegar maður er pjúra skotmaður sko að Bracey er stigalaus. Já, það er ekki gott. Hann er ekki búinn að finna taktinn. Það er mikilvægt til þess að fyrir valsmenn, hann gerir það kannski inn í seinna ári. Já, og vel, sko ég var að segja vel gert hjá valsmönnum að vera ekki nema 9 stigum undir og þeirra sko helsta sóknarvopn er með 0 stig segi. Þarna vel gert Pétur en Sjáuði Hester. Það er ekki hægt. Þeir eiga bara ekki fræðilega nýjan sko. Þetta er bara ósanngjarnt sko. Þetta er bara þetta er eins og einhver 16 ára gæði sem að spila mútið 10 ára. Hann er bara langstærstur. Það er þarna skiptist bólarnir einum of mikið. Endaði með því að Úrvald King gat lagt hann og í. Það er sjáuði Viðar. Það eru óheppinn hana. Einhver skonar eitthvað. Ísak bað Hester vinsilegast ekki með hangi í körfunni. Já, þetta var það. Skemmtileg dómararhreyfing hana. Það var svona eins og menn gera á tónleikum þegar þeir fíla lagið. Ekki segja mér að ritaraborðið sé eitthvað að skýta á sig, ég trúi því ekki. En eina verðina sko. Sko ég liggur við í fara þarna niður og ríða einhvern kjaft. Nú getum við farið yfir helstu tölur hérna. Antonio Hester komið með 17 stig. Og örugglega hvað er hann með frákast? Það er nú ekki einhvern helling 2 frákast. Vondi við hann á statinu en dregum þetta ekki í efa. Sigtryggur Arnar með 12 stig. Báðir með geggjaða nýtingu. Úrvald King er kannski með yfirhöndin á opnum velli. Nei, geggjuð vörn hjá Hester en geggjuð sókn enga síður hjá konginum. Frábærlega gert. Góð vörn þannig að Gunnari. Mikið drikk. Hann er að drikla núna í 5. sekundur. En sækir villu. Hann driklaði bara alla sókn. Hann passi þessu.
Ekki detti annan baka. Hann kvittar hann fyrir þetta, hann kemur svo lína vel gert hjá honum. og setur bæði víti núni. Gústi brjálaður, þetta er ekki villa, segir hann. David grenjar úr hlátri, ég sé þetta er búin að villa. Eru 2 Gústar hann á bekknum? Ég veit ekki hvað þetta er. Hann er allavega alveg eins. Alveg eins. Herru, sett hann ekki fyrir það? Jú. Setti fyrir það, sjálfsögðu. Fáralega örgur hann á línunni. Já, ég vissum hann geti sett 100 í röð. Stólarnir hérna í svæðispressu eftir hérna... 7 stigum yfir, 45 sekúndur eftir. Stólarnir eru að prófa alls konar varnarútfærslur. Núna voru þeir búin að setja upp í 3-2. Sett í svæðispressu og duttu niður í 3-2. Svæðisvörð þar að segja. Benzo opinn fyrir utan. Fínt skot. Ætli Stólarnir reyni 2 fyrir 1 eða taki langasókn núna. Löngsókn. Það verður næst síðansta sóknin. Úrald King biður, Hestar segir biður hann fyrir utan. Arnar í erfiðan þrist og í gasgrillið á Gunnari. Lítið sem Gunnar gert þarna. Nei. Arnar er ótrúður að setja á erfið skotunum. Þetta hefur hann æft sig í því. Elli vissi... Það kemur aldrei neitt flaut, ég veit ekki að eitthvað... Já, ritaraborðið enn og aftur eru þeir uppspretta alls ófagnaðar. Við erum búin að stela senunni hérna 14 sinnum í rauði fyrir hálfleik. Það er bara komið hálfleikur. Það er komið hálfleikur. Hálfleikur. Valsmenn vissi ekki hvað var mikið eftir hana og klukkan rann bara út. 34-46, 12 stiga munur. Stólarnir eru að halda Valsmönnum í 34 stigum í fyrri sem er bara, það er solid. Það er ekkert eitthvað geggjað en það er alls ekki lélegt. Það er svona yfir meðalagi. Yfir höndina hérna. Já. Hvernig þeir spila svona þá... Sko sem áhorfandi, sem hlutlaus áhorfandi, þá eru Stólarnir sko miklu samfærandi. Miklu meira samfærandi. Valsmenn, þú veist, eru búin að eiga góða rispur en sko svona heilt yfir eru þeir að ströggla. Stólarnir eru að skora miklu meira auðveldum stigum. Já, miklu meira. Og þeir eru, Valsarmennir eru svona hangandi hausinn að labbandi í búningsklefanum. En við dröfum okkur til hér, við sjáumst í seinni.
Ok, komið. Ladies and gentlemen. Velkomin aftur áhorfendur. Það seinni hálfleikur að fara í gang. Ertu að skoða snappið ertu inn á Snapchat eða? Ég aðeins á Snapchat. Skal ég skoða statið. Helstu tölur svona valsmegin er að Úrald King er með 13 stig, 83% nýtingu, 9 fráköst og já, hann er svona eini sem er með einhvern púl sko. Var ég að fokkast að byrja að Viðar inn á hann? Það getur við verið, við vorum ekki mættið þá en Viðar byrjar allan á hennan. Hestar byrjar át á blokki. Mikilvægt fyrir valsmenn að byrja seinni hálfleikinn að krafti, megi ekki missa stólana langt frá sér. Já, það er erfitt að alltaf eitthvað vakna í fjórðarleik líka á móti liðins og stólum, vel gert þarna. Sendinguna í Helga, bara bullet pass. Já, Helgi vissi að Hestar var að koma þarna, var í galopin, var búinn að henda honum á hann, Hestar var búinn að fá sér stöðu, ná sér stöðu. Hestar kláraði þetta. Híkur með bygga, bara Úrald King, fer í jumpskot. Þetta er ekki leikurinn hans, að vera að taka einhver svona skrítin skot ekki í rytma sko. Bara Hestar hérna hinum meginn og áði ekki neitt við það. Minn góður hvað þetta var fallegt. Hestar á einhver allt öðru level hérna. Stólarnir byrjaði þetta 4-0. Það var að Austin Bracey, við lýsum eftir honum. Viðar síðast Viðar bara vera með hann í einhver gæsluvaraldi hana. Já, það var að Biggi fer á Helga. Helgi stendur hann af sér. Góð vörn hann af Helga. Geggjuð vörn af Helga. Stóð bara. Já, lét ekkert, hoppaði ekki í neinu feiki og fast nú fyrir og Biggi komst ekki í lundaströnd. Stólarnir henda hérna Hvað er í gangi hérna? Þeir henda alltaf í svæði þegar það er innkast. Já, Ísrael Martin einhvern veginn kominn inn á brjálaður. Sjá það. Það er flottur. Stólarnir ná í stoppið hérna. Nú situr ykkur Arnar á Helga. Það eru nákvæmlega samanflétt á hann en sendingin tekst ekki núna. Pétur bjargar þessu. Arnar í þrist. Sjáið strákinn. Með mann í grillinu, svona helst. Kólagrillinu í þetta skiptið og hann lendi á varnarmanninum. Einhver hefði dæmt villu á þetta. 2 skot í röð hjá Arnari sem hann er ekki búinn að fá dæmt villuna þegar hann setur 3 skot ofan í. Helgi hérna, Úrald King á Helga á. Vá, hvað Helgi er sterkur maður. Ekki bara... Sko, pakka á. Og þetta! Herðu, hann lefði honi. Hann fór samt honi. Það hefði mótt vera... Sýndist nú vera broti á hann manna, en... Stólarnir eru að spila ógeðslega vel. Bara þeir eru komin inn að 21 stíður, 55-34. Gústi... Hann er ekki búinn að taka leikli. Hann ætlar að gá hvort að... Stólarnir að spila sko geggjaða vörn. Já. Helgi hérna fremstur í flokki, búinn að minna á sig tvísvar í röðina í vörninni. Helgi búinn að vera flottur. Stólarnir er líka alltaf að breyta einhverjar hérna... Duglegir að breyta varnir. Fara í maður og mann, setja pressu, fara í 3-2, 2-3 og eitthvað svona og valsmenn eru lengi að átta sig. Eins og þarna, Helgi hirðir þennan bolta og hann er verðlaunaður með... Fyrstu fram og Viðar. Það er leiklið. Ekki byrjun og setna á leik sem að... Helgi er búinn að vera geggjaður þessar fyrstu 2 mínútur. Er að stoppa og stela og eiga stóðsendingar. Frábær byrjun hérna. Hvað settu þér á þessum 2 mínútum? Settu 11 stig. Ég bara, ég nenni ekki að byrja að reikna það, Það væri örugglega vitlaust, en staðan er 34-57, valsmenn komnir ofan í þokkalega holu. Valsmenn ekki búin að skora stig. Það verður bara eitthvað, núna þarf eitthvað að gerast. Valsmenn ekki búin að skora stig. Það verður ekki bara blowout, Í þessum leikluta sem er ekki það fáránlegt, þeir eru bara 2 mínútur búnar, en Tindastóll eru búin að skora 11 stig á 2 mínútum sem er fáránlegt. 11-0 raunina, byrjum þriða. Gústi fekk nóg að þessu, tók Bracey út af, Bracey ekki sáttur. Og Bensa, tók Bensa út af líka, Siggi Palli kom inn á aftur. Siggi Palli eini með viti. Shoutout á skeggi og Siggi aftur. Þetta er eitt vígalegt skegg. Búin að vera núna í 2 ára að safna. Og loksins er það komið.
Stólarnir sitja hérna upp í mætaðin framalega, sitja hérna upp í einhverjum svona svæðispressu. Og ætli detti ekki niður í 3-2 svæði. Það er rauninni 3-2 svæði. Þetta er það sem ég á að tala um. Þeir eru alltaf að breyta einhverjar varnarskímur og Valsmenn er ekki alltaf... Það er Gunnar með þrist. Klikkar. Úrald King með langar hendur næri þennan bolta. Finnur Dagur klárar þarna með á trjána. Vel gert á Degi. Siggi Pelli pikkar upp Arnar framalega. Stólarnir setja upp í Diamond Play svo kallar til að finna Hester undir. Þeir eru búin að finna Hester undir í svona 70% sóknana í þessum við erum að horfa á. Það eru Valsmenn stela boltanum, vel gert. Bara Gunnar fer á Viðar, Viðar er fastu fyrir. Góð vörn þannig að Viðar er ekkert að brjóta. Eitt frákast þarna í Úrald King. En fær ekki neitt, vill á villu. Vel gert við Helga að standa bara þarna og hirti síðan lausaboltan. Hester strax komin á blokkina. Viðar. Viðar labba fram með Sigga þarna. Vel gert, vel. Allt heifingarna Viðar í mjúkur. Þeir fram með mannunum og setur flóter. Siggi með þrist. Óheppinn Siggi þarna, herru, ásetningur á Pétur. Þetta hefur óvirðavarslega villu. Ég held að Pétur hafi óvart flækst í treyjuna að spigga, bara eitthvað mjög lítið og hann hefði óvirðavarslega villu. Dabba til að fara að leiðast. Hann vil fá að gera eitthvað. Sko, Dabbi nennir ekki að horfa upp á okkar blóðatina. Það er óvirðavarslega villu á Pétur. Já. Þá er það... Og Pétur er bara tekin út af fyrir þetta. Já. Fæsta sæti. En þeir eru villu... Er Pétur með 4 villur? Skal tjekka á statið. Pétur er með 4 villur. Það kemur ekki að sök í augnablikinu. Biggi klikkar úr fyrra vítinu. Þetta er dýrt. Sérstaklega þegar kreppa akkurat núna hjá Valsmönnum og seinna vítinu einnig. Það eru, klikka báðum. Biggi er sko, hann er góð vítaskita sko. Fyrir stóra mann að vera. Þetta er dýrt. Þeir þurfa á hverju einasta stigi að halda núna. En Pétur er góðinn á bekkinn, Biggi góðinn inn á. Biggi óöfn að stela ekki þessu. Bara Siggi ákveðið með boltan. Siggi er að spila ágætlega. Hann og Úrald einir sem er með púls í þessu valsliði. Bara Dagur, hótelskotinu fer ekki, Úrald King upp. Vá, sterk hreyfing. Það var að sterkur strákurinn. Helgi, hvað villu? Stóð þarna, en sterk hreyfing hjá Úrald King, klárar þetta á víti. Já, núna eru þessi 2 vítaskot sem Biggi klikkaði á dýr sko. Þeir hefði getað náð smá þarna. 5 stiga sókn, já. En það er búið og við tölum ekki meira það. Helgi næri boltan. Klikka hérna, þeir eru að fara að setja í víti niður. 3 víti í röðina. Arnar, búið að vera mikið drikk núna. Finnur Helga fyrir utan. Helgi er örugglega ekki að fara að skjóta þessu. Bjöggi, Finnur Hester. Hester að bygga. Takk Eigar. Góða tími frákasti, Valsmenn koma hérna hratt upp. Það er Gunnar fyrir utan, verður að leita að bygga Úrald King hver, hann er snöggur hann, þetta er hans leikur. Hann snýr sér að körna, hann er fljótur á fyrsta skrifum. Já, getur skilið stærri menn eftir hana, svona slassar sér í gegnum teginn. Þetta er sem hann er rosalega góður í sko. Það er rosalega erfitt að stoppa hann þegar hann fær hann og feysa köruna. Skilur að menn oft eftir. Það kemur Arnar, Gunnar að pressa hann í alla völlin. Gunnar er að ná að hamast aðeins í honum en ekki lengur. Arnar kemst að körfunni en þar er Úrald King og fær góðvörð í honum. Það er uppkast. Dröng var þessu í uppkast. Stólarnir eiga. Vel gert á Gunnar hérna. Pressa Arnar og fær hann til að fara í ykkur rugl. Þá kemur okkar maður. Helgi Freyr leggur Friðrik línunar á hann kemur inn á. Viðar kemur út af. Seinni hálfleikur hjá Viðari. Hann er búinn að vera flottur. 10 sekúndur eftir að klukku hérna og Arnar með boltan fyrir utan. Ætlar hann reynir ekki að klára þetta sjálfur. Nei, Finnur Helga í langan tvist. Úrald King með frákasti. Gunnar hann að dansandi með boltan, eitthvað lítið í gangi samt. 10 sekúndur eftir að klukkunni hjá Valsmönnum og það Dagur kemst að körunni. Hann átt að fara hann upp sjálfur.
Já, hann hefði getað klárað þetta sjálfur, vissi ekki alveg að því. Úrald King var ekki í stöðu til að klára á... Ísak dæmi villu á Úrald. Ekki? Jú, mér sýnst það. Við erum að sjá það hérna á töflunni. Skipting á báðum liðum, Oddur, Birnir og Illugi kom inn á. Fyrir Úrald og Dag. Chris kemur út af fyrir Hvern. Nei, Chris kemur inn á fyrir Hvern. Helgi búinn að vera geggjaður í þessum leik í dag. Fær hérna 5 frá öllum á bekknum. Og minna sóknarmann inn á fyrir varnarmann. Ísak segir Snjólfa gjöra svo vel að sitjast ef hann ætlar að vera á bekknum. Og Snjólfur þorir ekki öðru en að hlýða. Íta við að Snjólfana. Kemur Friðrik, með boltan, Siggi Palli. Er að passa hann. Það er að Sarnar fær pikki frá Hester og Hester galopur undir en Arnar er sjóðandi heitur. Þetta skot hjá honum að driplinu er rosalega. Það eru geggjuvörðandi á Arnari. Það er ekki rauningi samt. Ekki rauningin. Það er að Oddubirnir á Gunnar. Gunnar er góð skytta. Þessi var langt frá. Þetta dæma er á hvað? Eitthvað á Tindastól. Hester held ég. Illa á... Nei, á Frikka. Á Frikka, hakan á mér er ekki í gólfinu beint. Nei, sjáu í Frikka. Hann hefur eitthvað... Hann hefur verið að grallarast eitthvað. Hann lætur menn oft finna fyrir þegar boltinn er ykkur starf annar staðar. Já, en Tapiti sá við honum hanna. Stólandi komnir í 2-3 á svæði. Það er Siggi galopið með skegg. Og Illugi, vel gert og Illuga. Fer hann inn, köruna finnir Oddfrutan, hann geigar. Fer ekki við frákast. 22 stiga munur, 4 mínútur eftir að þriðja, 4,5. Erfitt fyrir valsmennir. Það var að setja þessi opnu skot onni. Þeir þurfa að ná okkur áhlaupið eða alltaf eitthvað chance. Chris skot fyrir utan, setur það ekki. Ára Oddur. Finnur Bigga fyrir utan, Hester til varnar. Biggi bara að lagði ekki í það að reyna að bakka hann niður. Það er bara... Það sagði bara gleymdu því þessi að vera að bakka Hester. Arnar hirti þetta, Finnur Bjögga. Taktu þetta strákar, hvernig tekur það ekki? Arnar í eitthvað svona rugglað skot sem er... Arnar í erfiðan þrist í staðinn. Þetta var með þess að tvistur á með aðra yfir sko. Þetta var... Martin skammar Björgun bara að skjóta þessu. þessu. Já, Bjöggi átti bara að taka þetta sko. Hann getur alveg sett skotin. Bara Benzo inn á fyrir Gunnar. Gunnar er ekki búinn að vera að finna skotið sitt fyrir utan. Síðan hann setti hann endvon fyrst þarna í fyrri. Stólandi með yngast undir körfunni. Hester í þrist og hann hatar ekkert að skjóta honum meðan hann fær hann galopinn en þessi er ekki í. Hann lætur menn ekkert manna sig, hann skýtur bara. Já, það sem hann á að gera ef hann getur sett það 1-1 sko. Það var að Siggi með skegg. Hann er onni að sjálfsögðu. Siggi er sko, hann er búinn að vera mjög góður. Eini með hann og Úrald eru með púlsinn þetta fyrir valsmenn. Aðrir eru fjarverandi. Munurinn alltaf í þessum 20 stigum. Já, eitthvað... Þarna var Frikki einu skrefi á undan Arnari í huganum. Og Arnar segir my bad, my bad. Já, vel gert hjá stólunum, passa pointguardinn fá hann ekki, voru báðir hérna á Benzo, svo hann geti komið upp með boltana, það riðlar sónarlegnum. Biggi hérna með góða stöðu inn í teig og hann er með góða hreyfingar og kemur svo á línuna. Vel gert að byggja hana, bjóðast til stöðu. Sækir villuna. Sýta vít sín hún í. Klikkaði báðum á hann. Gangur það getur kvittað fyrir það núna. 3:16 eftir að þriðja leikluta. Já, ekkert net núna hjá Bigga. Upprunalega frá Ísafirði. Spilaði með KFÍ. Góðan orðstýr. Klikka setna. Setna er af. Dýrt. Með Friðrik.
Rikki með hreyfingu þarna og þeir alltaf doppeltíman þarna fyrir utan. Rikki alls konar vandræðum, en það villu hana. villu á. Valsmenn klaufar að sko beila Frikka út, hann var hann í vesinni. Voru komið með hann á. Úrald King kemur aftur inn á. Hann í einhverju villuvandræðum eitthvað? Af hverju er hann ekkert búinn að vera inn á? Hver? Úrald. Ætlaði sé kannski ennþá ökklið síðan á hann? Nei. Ég veit ekki. En hann er komin inn á aftur. Já. Guðni hefur... Það eru geggjum vörni á Valsmönnum, hann að stela boltanum. Já, og Benzo fer á. Vá! Ekki á minni vakt, segir Bjöggi. Sko, ég hef aldrei séð Bjögga blokka neitt jafn auðveldlega. Benzo með villu á Sarnar. Er bónus eða? Já, það er bónus. Sarnar fer á línuna. Benzi full nálægt honum hann og Arnar sækir þetta bara. Valsmenn að reyna að halda tempónu háu með að pressa stólana, en þeir eru bara klaufar og eru að brjóta. Og þá fer mikil orka í einhvern hamagang sem enda síðan bara á stólandi fá villur og koma sér á línuna. Þetta setur fyrir það. Hann er fáranlega öruggur á línni. Já, ég held ég ekki síðan að klikka á vítaskúti síðan hann var 6 ára í gula barnaskólanum heima, sko. Sittum við, svolítið. Stólandir halda frá að pressa hérna. Passa það að Benzo fái helst ekki boltan, en hann fær hann núna. Og vörð hann hjá Frikka. En fær ekki nægilega mikla hjálp og Benzo kann, já. Þetta er nákvæmlega sem ég vilja með þessari pressu, að Valsmenn fari bara í eitthvað, sitja ekki upp, fara bara í eitthvað rugg. Já, að flýta sér. Nú er Kristján að koma boltanum í leik, já, gerir það. Það var að Sarnar upp í tvist og hann er, sko, þú veist, þetta er þriðja skotið í röð sem hann átti að fá villu, sko. Það sem strákurinn getur skotið, guðmund góður. Hann er geggjaður. Og Arnar með pressuna núna á oddspyrni og hleypar honum inn miðuna og brýtur síðan. Brýtur honum. Oddur er duglegur að keyra á vörðina og lætur vörðina hafa fyrir sér. Hann gera það mjög oft og bara vel í þessum leik, hann Oddur, að brjóta upp vörðina hjá. Er bónus, já, það er bónus. Bæði liði bónus. Og taka stemminur. Oddur er ágætt vítaskipta, eða ekki? Hann er allan ágætt þryggjastaskipta. Jú, hann er fínt skottstrákurinn. Hann er rock solid skotmaður, Oddur. Sýtur fyrir það. Setna sömuleiðis. Valsmenn þurfa kannski að ná einhverju rönni hérna. Ef þeir ætla að gera þetta að einhverju leik, sko, þá verður að ná einhverju áhlaupi. Þetta er alltaf bara fast í 20 stigum og sé ekki stólan að fara að glót hérna. Það er Arnar og þá fekk hann villuna. Hann var búinn að biðja þetta. Já, réttilega, sko. Þeir voru búin að vera sko, aðeins yfir strikið hérna síðustu 3 skot. Og loksins fær hann það sem hann á skilið. Það komið 26 stig. Já, ekki vona öðru en hann sitji öll þessi 3 skot ofan í. Ekki mikil stemning í stúkunni í Valsmenn. Fólk er ýmist í símanum. Já, öll tandurhrein ofan í og stólarnir er að passa Benzo og fá ekki boltan. Þannig að færa hann í þetta skiptið. Oddur í þrist. Galopin, hann setur þannan. Já, vel gert þarna hjá Odd. Vel gert hjá Benzo samt þarna. Brýtur þetta upp og finnur Odd, Galopin. Já. Það er liða að pressa hérna hátt, það er mikið hraði í þessu. Friðrik. Einhver flétta þarna, skríni af skríni og Chris enda með boltanum á. Frábæður til úr. Já, vel gert með langar hendur. Og nær hann að finna, nei, Bjöggi var hann í marki. Varðan í slána. Stólarnir, sko, ítrekað leita Hester inn í, byrja flesta sóknir þannig. Bara með einhvern vörubíl undir, hann bara bakkar á alltaf og... Já, Arnar í skoti, herri, þessi var kominn ofan. Þetta var ósanngjarnt.
Já, Bjöggi í marki bara. Vel gert þarna. Æ, Hester ekki segja klaufi, hann var óheppinn þarna. Var í boltanum og datt. Bjöggi að gera sér stóran alltaf og að deflekta boltan bara. Já, Bjöggi mikill íþróttamaður með langar hendur og það þarf að vera askoti fast eða hátt ef hann hefur ekki að ná þessu. Kemur Siggi út af fyrir Elías. Elías Njarðvíkingur á upplægi. Spilaði með Þór Akureyri. Gústi hann ætla bara að hafa Breysi á bekknum. Já, ég meina ef þú ætlar að vera að slækjan í þessu liði og skora 0 stig á móti í bikarleik sko. Þetta er allt eins verið út af. Menn verða að mæta tilbúnir. Ef þeir eru að fá borga fyrir að spila. Það var hannig. Illu setur bæði vítin. En svo með góða vörn á Frikka. Frikki kemur á kantinn, finnur Sarnar. Sarnar öskufljótur, finnur Frikka fyrir utan í horninu. Já. Stólarnir eða þannan. Hester var hann í baráttunum við Úrvald. Og fær Stólarnir fá boltan. Stólarnir stilla upp úr þessu yngaskerfi upp í miðju. Þetta er skemmtilegt að sjá. Hvað í gangi? Úrvald King nálægt í að stela honum. Já. Þetta er vitlaust dómur. Þetta er vitlaust. Þetta er hreinlega ránt. Dabbi T kemur á sko. Dabbi T leiðist núna. Nú ætlar hann að láta einhvern heyra það. Þokkalegu sprettur sem hann tók hérna. Já, vel gert hjá Dabba samt að vera ekkert að hleypa þessum leikju upp ykkur rugg sko. Hann er fókutinn. Ég gæti ekki séð annað en það var vitlaust sko. Ég manna ekki. En við erum miklu vinnir hins vegar, Jóhann. Minnir hann á þetta. Já, kennir honum regluna. Næsti hitt hann. Kannski bara hringi hann eftir leik. Það var Elli. Elli. Frikka hana. Já, stólarnir í svæðispressu. Nei, í svæðisvöld sig. Fær hann að Bjöggi fær einn á lúðurinn hann að. Illugi, góðu drengur. Þetta hefur verið alveg óvart. Þetta var alveg óvart fyrir og tekur í spaðan á honum. Óíþróttamanslega villa. Ekki vera þessu. Þetta ég er ekki samanlega þessu. Svona gerist í íþróttum sko. Það var engin ásett. Já, líka sko Bjöggi kemur alveg upp á honum. Já, mjög aggressífur. Og veist, hann getur ekki sett olbóni í vasan, skilur. Nei, við erum ósamlega þessu. Hann er ekki með á einhver staðar úti. Þetta er bara, en við tökum þetta er sant. Já, við stólarnir þykjum þetta. En herru, við hættum að tala um þetta. Dómarinn er alveg metalæst. Bjöggi kljúrar klikka fyrir vitinu. Klikka fyrir það. Setur setna. Sjúrurs touch, eins og við segja. Boltinn fór upp úr Róni. Og kemur Seli inn á fyrir Chris. Ég held að Björgvin hafi skotið svona 9.000 vítum í sumar. Hann er að bæta vítaskot sitt. Er það ekki að skila sér aðeins? Betur en í fyrra, 10%. Já, Bjöggi, hann er alvöru íþróttamaður. Hann vinnur í þeim hlutum sem hann þarf að vinna í. Úrvald King með sterkt frákast. Það var Illugi. Stólarnir í svæði. Ottubirnir á fiska villu þarna á Bjögga og er að fara á línuna. Vel gert hjá hann það. Hann er að koma sér á línuna. Leikurinn er alltaf í þessum hana, cirka 20 stigum. 12 sekúndur eftir. Stólarnir taka væntanlega síðast skoti. Ætli Ísrael taki leikli, reyna að teikna ykkur á snildinu upp. Kannski þarf það ekki, ég veit ekki. Ég sá ekki hvort hann baði með ekki, en hann ætlar að setja Chris inn á, ætlar að setja skotmann inn á. Þau setur bæði honni í og það er skipting. Bjöggi kemur út af. Bjöggi búinn að vera flottur. Það er geggjaður í vörn. Rokksolid í sókn. Ætli það endi ekki bara með því að Sarnar búi eitthvað til fyrir sjálfan sig eða einhvern annan. Það skota driblinu bara, þristur. Já, ok. Erfitt sko. Hann setur þetta ofan í. Þetta er örugglega ekki fyrst getið. Hester hefur gert eitthvað afsverðna áður, eða hvað? Já, það var dæmdur ruðningur á einhvern, en ætli Karvan teljið ekki. Engin Karva. Engin Karva.
og villa á Chris. Órálega erfitt skot sem Arnar setur hann að ísa. Já, maður samt séð hann gera þetta svo oft, sko. Þú veist, strákurinn að æfa þetta og að uppskera. 6 sekúndubrót eftir að þriðja. Geggjukarfa, en dæmd af. Yðurlegt, sko. Líklega rétt. Sá ekki hvað gerist. Já, ok, þeir bæta við 2 sekúndum á klukkuna. Ætli þeir reyna að frispa boltanum á Úrald og hann syllanum og muniði það. Og heyrðu, þetta var mikið kontakt á Benz og hann fekk ekkert. Oddi byrnir í 3 sem ekki þaðan frá, en ekki nógu nálægt heldur. Jæja, 17 stig. Valsmenn verða að byrja þennan leikluta mjög sterkt ef þeir ætla að eiga einhvern séns. Ég var að skoða einhverjar Hvað stólarnir sko vinna þennan leikluta með 5. Já, þó ekki meira. Við komumst í 11-0 sko. Komumst í 11-0. Valsmenn á að laga stöðuna eitthvað en tapa þessum leikluta með 5 stigum. Stigastur leikmenn, stigastur hjá stólarum. Sigtryggur Arnar með 28 stig. Hann er líka búinn að vera í bullinu heitur. Sigtryggur er með 30 stig. Geggjaður sko. Geggjaður. Búinn að taka 15 skot, setja 9 þeirra onni. 30. Já, hann er 5 af 8 í þriggja, 7 af 7 í vítum. Búinn að vera sturla góður. Antonio Hester, hann er með 23 stig. Og Úrald King er búinn að vera í sérflokki hann eða val. Já. Úrald, já, hann er búinn að vera í sérflokki, það er rétt. 17 stig. Aðrir eru bara í einhverju pásu. Eins og ég segja, dýrt er að Breysi er bara ekkert búinn að vera með þeim. Nei, mér sýnist að hann sé ekkert að fara að spila meira í þessu leik, sko. Nei, ég veit ekki alveg hvað er að frétta, en Gústi er að senda honum skýr skilaboð. Bara annaðhvort mætir þú tilbúin eða sittur á bekknum. Það er bara hannig. Valsmenn byrja hérna með boltan. Inná hjá stólunum er að Sarnar, Frikki, Seli, Hester og Karit. Gunnar kom inn á fyrir Benza og Diggi kemur aftur inn á fyrir Úrald. Hann er eitthvað, hann heldur öklan, hann er eitthvað. Já, Guðni er hann með hann. Hann hefur eitthvað meitt sig hann á. Já. Það eru Gunnar upp í þrist. Beint í þrist. Opinn að setja hætti Jóni, stólarnir eða þennan. Hann bolta, Nei, ok. Fín áræðinni hérna hjá Degi fyrir og vinnur boltan fyrir sitt lið. Stríkarinn í Val. Elías hérna. Föngal í gangi, 7 sekúndar skóklöku. Og Dagur upp í skrítinn þrist sem er ekki ofan í. Hester nærið hennan. Friðrik að spila mikið hérna, Pétur náttúrulega í villuvandræðum. Já, gott fyrir Frikka að fá hérna mínútur. Liðið græður á því að hafa hann í smá leikformi. Vörðan það hjá Ella. Já, Karl tapar honum. Gunnar. Á Dagurinn miðuna. Já, þetta er rétt. Fyrst setur báðar hendur á hann meðan hann er í dræfinu. Innkast sem Valsmenn eiga. Pétur getur tilbúin að koma inn á. Fyrir Chris. Chris búinn að eiga. Chris er búinn að vera, já, hann er ekki búinn að vera í takt. Hann er kannski ekki búinn að vera í takt, sko, en hann er ekkert búinn að vera eitthvað massíft lélugur, en við höfum séð hann betri. En það kannski kemur ekki að sögja sem heilt yfir eru stólarnir búin að vera flottir. Og Siggi finnur Biggi hérna ekki með hendurna tilbúnar. Og það Sarnar, hann fer á körfuna og fær óheppinn að fá ekki villu líka. Fárlega vel gert. Friðrik hérna setur press á Gunnar. Fær hérna sterskling frá Bigga, en hann er grjótharður, stendur þetta á sér. Og Elli þrýst í hotninu. Já, það var erfitt. En þetta er samt eitthvað sem þeir verða að gera. Þeir eru að koma sér inn í leikinn. Þá verður þeir að reyna að ná að setja stig á töfluna og það strax. Vill á Axel hana. Brýtur á Sigga.
Valsmenn ekki ennþá múin að skora í þessum leik í dag. Ekki? Nei, það er rétt hjá þér. Á byggi. Hester mannar hann bara í að skjóta. Ára Siggi yfir Frikka. Sittur hann ekki. Stólarnir eru bara að spila frábæra vörn. Og Hester hann einn Svo er undir bara fljótið fram. Já. Svona gera góð lið, stoppa og fá auðvitað körfur. Saga leiksins er að spila frábæra vörn og bara brunu upp og auðvitað körfur. Svona... Valsmenn Siggi á að sjá til sókn hérna á Val. klikkar þessum. Það er svolítið eins og Valsmenn séu áttaviltir. Þeir eru ekki alveg komnir í rytma og sóknin er tilvíðunarkennt hjá þeim. Og meðan stólarnir eru sallarólegir og er að finna auðvitað körfur eða opinskot. Það er 6 sekúndur á klukku og Hester fer alltaf leið. Og Byggi á ekki breyki hérna. Nei, bara steig hann fram hjá Bygga og Ellior og Sveinn. Kára góð. Hester, það ræður enginn við hann. Það er því miður svoleiðis. Ef hann er ekki að pakka upp menn eða skjóta í grillið á þeim, þá er hann bara að bregða fram með þeim. Já. Oddur kemur inn á fyrir Ella. Elli klikkaði þriggjastaskoti og braut þarna á Hester. Og Gústi sagði hingað ekki lengra, tekur hann út af. Úrald King er ennþá út af, þeir ætla örugglega bara að spara hann upp á aðra leiki. Arnar hirðir þetta. Þessi boltameðferð er náttúrulega í ruglinu og... Já, var hann að komin í svona ávandræði en það hefnaðist. Það reddaðist sig. Strákarnir sem voru á trommónum hérna Valsmenn í stúkunni eru búin að gefast upp og farnir í handbolta. Arnar fer inn og fallir hreyfingarna en þetta var of mikil drjómi. Það er Gunnar klikkar, hann er ekki búinn að sitta skotið sín núna í dag. Pétur og Axel, Friðrik, Galopin, taktu þetta strákur. Taka þetta. Mikilvægt vilja vera manna í að skjóta. Já, sett hann þá í grillið á þeim. Óeppin, þetta var góð skot sem átt að fróni. Villa og Axel. Dabiti er ekkert nýtti fyrir að menn séu eitthvað að berjast aðeins. Nei. Á flutur hann bara. Axel hlæra þessu. Þetta voru litla sækir en kemur ekki sög. 24 stiga munur. Ég sé þetta ekki, þetta Valsmenn. Þetta er búið að vera svona 20 stigunum heldur lengi. Ísrael Martin ætla greinilega að senda einhver skilaboð hérna. Hann er ekkert að hleypa mönnum inn á sem eru kannski búin að spila minna í vetur. Þó að minnurinn sé þetta. Þarna er Siggi. Finnur sér góða stöðu og klárar. Vel gert á Sigga. Kemur Arnar. Boltinn gengur vel hérna á stólarum frá kant í kant og vel, þetta var geggjuð sókn. Það er erfitt að eiga við og það er rosalegu munur á þessum liðum þegar stólarnir spila svona. Þeir eru bara bæði í vörn og sókn. Þetta var mjög fallið sókn hérna, boltinn gekk vel. Og kanti yfir á hinn kantinn. Enda þetta síðan á pick-and-rolli og Axel fekk galopinskot sem hann setur. Myndi setja 10-10 svona. Arnar nátti að stela honum hana. Gunnar í þrýst, hann var að setja hennan. Nei, hann er bara, þetta er örugglega komið í hausinn á honum af því að þessi strákur er geggjust skytta. En hann er bara ekki að setja hann. Ekki hans dagur. Hester sterkur. Já, hann er sterkur. Setti boltan í gólfið fyrir framann Bygga, kom hann í jafnvægi og fór upp og fær körfu auki. Það er bara að klára þetta hérna. Þetta er bara spurning hvort það endi í hvað þetta endur í mörgum stigum. Ég vil bara fara að sjá menn eins og Helga Frey og einhverja koma inn á.
Sita nokkur á miðju. Já, ég sakna þess. Það var Siggi fyrir Valsmenn. Gerfi. Tekur pointinn á sig. Boltur í skoti yfir Hester. Það var vel gert hjá honum. Það var vel gert hjá honum. Hann neyddist til að taka þetta skot, það var ekkert annað í gangi. Já, þetta var ekki lögleg vörn þarna hjá Degi. Pétur Fiska villu. Það er ekki bónus. Fjóruða villan á dag. Arnar í þrist og búm. Sjálfsögur setur hann Lóni. Hann er sjóbandi heitur þegar... Það er mjög erfitt að eiga við hann hérna í þessum mann. Hann sýndi hérna bara búinn að sýna það í vetur og í fyrra. Það er bara, hann getur skorað bara hverju sem er. Já, ég er náttúrulega geggjaður í körfubolta. Það er enginn á Íslandi sem æfir jafn mikið á hann. Geggjuð sending. Frikki. Ætlaði að reyna hann. Hann var alltaf að vera lúmskur hann. Grallarinn sem hann er. Óöppin að þetta gekk ekki upp. Kemur Nes inn á fyrir Arnar. Arnar búinn að eiga geggjaðan leik. Það er hérna að klappa allir fyrir honum. Klappa honum fyrir að vita. Að vita allir að hann gerði þetta öðvöldur í stóluna. Með að spila svona. Geggjaður, kemur út af. Það var Hannes. Hannes það. Það byrjar á að senda á vitlausan mann. Kemur fyrir á bestu bæjum. Það var Gunnar hérna, þetta var fullu auðvelt. Klárar yfir Hester, vel gert hjá honum. Ánægilegt að sjá að Frikki er að fá hérna mikinn spilatíma. Gæti komið sér vel seinna í vetur. Já, nýta það vel líka bara. Já, múin að vera flottur. Seli í horninu, hann er vanur að setja þennan. Það er engin breyting þar á. Getur sett þessi skot. Hann er ekki að taka þetta skot í fyrsta skipti. Það eru einhver vitleysa í gangi og stólarnir neyði þetta. Valsmenn þurfa nú ekki að vera að gera þetta svona auðvelt fyrir stólana. Stólarnir þurfa ekki á því að halda sko. Og hvað þá Valsmenn? Þetta er í lokin bara að spila aðeins upp á stoltið. Mér kannski ekki láta það alveg bakki yfir sig. 30 stigin. Sko, stólarnir eru líklegri að koma þessi í 100 stig en Valsmenn eitthvað að minnka munin. Ára Hester Hófinn. Það var Siggi. Finnur Odd. Og Oddur gleymir boltanum. En fær hann aftur annars. Seli næstu með stafsningu. En Valsmenn ná ekki að gera sem mat á þessu. Skrítið væp í gangi einhvern veginn. En svo bæði lið séu hætt. Það er allir svona, eins og bara bæði leikmenn árið sem býðist eftir að bara klárist. Já. Það var að Hester á bygga. Ákveður fara ekki í 5 sekúndur á klukku. Pétur verður að klára þetta. Setur hann á þennan. Já, gerir það. Munurinn er orðinn svolítið mikill. Já. Frikki hérna missir Gunnar fram úr sér og þarf að brjóta. Heppinn að fá ekki eitthvað annað á sig en bara villu. Bara skiptingi á Valsmönnum, mér sýnist núna sé endanlega að vera að henda inn Hvíta sko. Þetta allt bara eftir að Úrald King meiðist og Breisi náttúrulega var ekki með. Þá er þetta brekka sko. Báðir útlingarnir eru í einhverju rugli og þetta er erfitt sko. Já, það er verið að teipa öklan á Úrald þarna á hliðarlínunni. Hann er í góðum höndum samt. Þegar Gunnar klikkar á fyrra, setur setna, Helgi Rapp kominn inn á, það er orka í honum, kannski, ég veit að hann er ekki hættur að spila þennan leik. Það er að Nesi, óöppinn. Hraðaplaup hérna hjá Valsmönnum. Getur Frikka hana. Frikki stöður þetta, kemur í veg fyrir að þeir fáu öðvöldstig. Það var laglegt. Kemur þjóðsagan Helgi Margeinsson inn á. Ég vil sjá hann taka eitt frá sinni eigin vítalínu. Þvílíkur höfðingi sem hann er.
Óttur Birnir fyrir þarna auðvitað fram hjá öllum og klárar þetta. Gekkju sending maður, mjög góður. Helgi er líka, Helgi, hann vill halda fram að spila. Hann bara keyrir upp hérna og er velunnaði með góðri sendingu. Það er gaman hjá stólunum. Það er að njóta þessu rosalega að spila. Sjáuði Helga, hann ennur plís að tróða þessi grillu á þeim. Nei, hætti við það. Hann ætlar að tróða eftir bara. Gunnar. Ég auglýsi eftir aðeins betri vörð hérna. Valsmenn er að labba í gegnum. Helgi brýtur og Ella. 1-1. Það er allt í játnum hann í Njarðvík. Hvað er staðinn Njarðvík? Þegar að stöða munur, ég veit ekki. Hver er að vinna? Njarðvík að vinna. Njarðvík að vinna með 4. Það er ekki margir sem hefur spáð því fyrirfram að Grindavík ætlaði að láta taka sig. Suðurnesja slagur. Þá er Elías á línni. Tekur 1 skot. Ritaraborðið ennþá hérna að láta okkur bíða eftir sér. Ritaraborðið gifst í bróki seinni samt. Já, ég mega það. Þetta er gott fólk á ritaraborðinu. Elías situr vítið sitt. Gaman að sjá að Helgi Freyr er hérna í fjarkanum. Það var að Helgi Rapp, vinnur Helga Freyr og Helgi Freyr sér sett hann. Bætur á miðju! Já! Í kólagrillið á þeir. Það trillist allt. Gjörsamlega, sko, fólk reif sig úr á ofan og sveiflaði bólum. Sko, hann er búinn að sitja út af núna í 3 klukkutíma, kemur inn á ískaldur og byrjar á að grilla fyrsta mann sem hann sér. Ítluði. Friðrik, já, færa sig við þetta. Ódýrt, sko, en nú er ég enn og aftur. Friðrik er ekki að fara að spila leik á þess að fá minnst 4 villur. Nei. Hann er komið 4. Nei, hann er komið 5. Hann skiptir um þetta. Nei, hann er með 4. Ok. En hann nota kvótan sinn eins og maður á að gera. En ég er ennþá auðvitað í því að stólarnir þétti aðeins pakkan og hætti að hlaupa Valsmönnum svona auðvitað í miðuna. Kannski komið þreyta í menn, en þetta er allir sér lungu hættir að spá í því. Allir að býja þetta leikum glöð. Herðu, Höttur er að vinna Þór Akureyri. Það er búið. Höttur komnir áfram. Á útivelli. Þór vann á í deildinni. Ekki unni leik í deildinni og áfram í byggarni. Ítluði, sittur bæðir. Nú er eitthvað í gangi. Ritaraborðið er að girða aftur niður sig í lok leiks. Já, er hann kominn með 5? Það er skipting á ritaraborðinu. Nei, Frikki með 5. Það er allan einhver með 5. Ég hef Frikka grunaðan. Já, hann er kominn með 5. Hann er okkar maður. Hann er í þessu til að berjast. Búinn að vera flottur. Það er búinn að vera Hlynur kominn inn á líka. Mjög flottur. Ísrael lætur hann heyra það í gríni samt. Það var allt í gríni. Nú vil ég að Helgi Freyr fái boltan á miðju. Og hann taktu það, Helgi. Það er Nesi. Nesi, hann bara býr sér til pláss. Já, og setur honi. Það trillist það. Þetta er það sem fólki kom til að sjá. Nesa setja stig. Staðan er 65-101. Og það er kannski óvægt að segja. Þetta var bara... Þetta er bara blowout. Þetta er blowout. Bara spila svona á... Þá eru fálið. Alls líklegir. Fálið sem eiga... Valsmenn hins vegar hafa spilað betur. Já, þeir hafa spilað betur. Þeir eru búin að vera lélegir. Bara þeirra lykilmenn voru bara ekki... Nesi annan. Of mjúkur þarna. Á Keri Gunnar á körfuna og Helgi til varnar og þú skorar ekkert yfir Helga Margeis. En menn verða að vera hérna með honum í vörð, sko. Valsmenn pressa hérna. Valsmenn eru ekkert hættir. Helgi með gott. Já, taktu það. Skjóttu. Skjóttu. Helgi. Jæja. 24 sekúndur eftir þessum leik. 11 sekúndur eftir skóklukku. Helgi Rafn undir körfunni. Opinn. Setur ekki hún í.
Helgi verið að skjóta þessu. Eina ástæðan af hverju fólk ennþá í stúkunni bara til að sjá hann skjóta þessu. Já, það hjá þér. Gunnar, hann fer í Það hann að setja 1 loksins eða? Já. Setur hann, kemur. Fann fjölina. Þetta Arnar dripp. Já, Helgi, taktu hann, please. Æi. Jú, herðu, og sett hann. Já, hann setur hann. Og hann ofan í. Þetta það sem fólki kom til að sjá. Hann ótrúlega, hann á að spila 40 mínútur í leik. Hann bara klikkar ykkur skoti. Ég vil sjá hann spila meira bara í fjarkanum, hann klikkar. En herru, geggjaður leikur á stólunum. Vonandi alltaf ráðum að spila svona. Vonandi þetta, það sem kom á skal í bikarnum. Þeir eru til alls líklegir að spila svona. Valsmenn hafa átt betri daga, sko. 70-104, Tindastólsmönnum vil. Ekkert meira þetta að segja nema að þakka ykkur fyrir áhorfið og við sjáumst kátt í næsta leik. Takk fyrir okkur. Fucking go!